Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja Magasín. Það heldur betur fjölbreyttur þáttur hjá okkur þessa vikuna. Hjólreiðar verða sífellt vinsælli en nýverið Reykjanesmótinu í hjólreiðum lokið þar sem tæplega 400 þáttakendur á öllum aldri tóku þátt og hjóluðu frá 32 og upp í 106 km Reykjanesi. Keppnin hófst í Sandgerði og þangað skiluðu sér allir aftur í mark. 30 ára afmæli flugstöðvar Leifs Eiríkssonar var fagnað nýlega en stöðin var opnuð formlega 14. apríl 1987 að viðstöddum 3000 gestum. Það óhætt að segja að mikið vatn hafi runnið til sjávar á þessum árum en nú flugstöðin oft nefnd stóriðja Suðurnesjamanna enda langstærsti vinnustaður svæðisins og eitt sá stærsti á landinu. Fréttamenn í Víkurfrétta voru í vígslu stöðvarinnar fyrir 30 árum og fengu aftur boð núna til að fagna áfanganum með þeim. Kór Keflavíkurkirkju ræðst ekki á garðinn þar sem hann lægstur. Nú það Kvínmessa sem sett verður upp í kirkjunni. Kórinn fékk Jónsa í svörtum fötum með sér í lið. Kíktum á æfingu og ræddum við Erlu Guðmundsdóttur sóknarprest verkefnið. Nú stendur yfir listahátíð barna í Reykjanesbæ. Börnin í bænum hafa skapað fjölmörg listaverk sem nú til sýnis í listasafni Reykjanesbæjar. Þar má meðal annars sjá gíraffa og krókódíl. Við kíktum í 10 ára afmæli Keilis á Ásbrú í síðustu viku þar sem háskólarektor benti á að brýnt væri að fjölga nemendum í tæknigreinum á háskólastigi. Við endum þáttinn á kórtónleikum en byrjum hins vegar á flugi með drónanum okkar yfir hjólaköppum. Dæni Hulda var í Sandgerði og Hilmar á drónunum. 5, 4, 3, 2, 1, Hjólreiðafólk lét smá gjólu ekki aftra sér frá þátttöku í Geysi Reykjanesmóti sem framfór í Sandgerði síðasta sunnudag. Þríþrautadeildu MFN stóð fyrir mótinu. Hægt var að velja 3 leiðir, 106 km, 63 og 32 km. Keppendur í ár voru fleiri en nokkur sinni fyrr. Já, hvernig leggst svo keppnisdagurinn í þig? Þetta bara lofar góðu. Veðrið smá gjóla eins og alltaf hérna, en það þýðir það að það verður rok á móti, þá meðvindið tilbaka. Það bara frábært. Og þetta bara frábært. Það eru 370 keppendur hérna komnir til okkar. Það eru 600-700 manns komnir í bæjarfélagið, þannig að Sandgerðisbær stækkar meir en helming. Og það mikil stemning. En hvernig eru aðstæður til að hjóla í dag? Aðstæður, það svona smá gjóla út eftir, en eins og það nú sjaldan logn hérna, en þetta svona bara mjög gott. Það hefði getað verið verra, það var ekki með vika síðan það var allt í snjó og þannig að við erum bara heppin. Og það eru já eins og ég sagði, 370 keppendur, þetta bara, og það koma nokkrir aðalegar að þessu, Geysi bílaleigur að styrkja okkur hérna með verðlaunafé og vinninga og þeir koma myndarlega að þessu og veitingar og Sandgerðisbær býður öllum í sund og býður okkur på aðstöðuna sem bara mjög gaman. Þetta hefur vaxið svolítið hratt, það ekki? Hvað voru margir í fyrsta mótinu? Byrjaði fyrir 6 árum, þá byrjuðu 25, þá byrjaði Haraldur Hreggviðsson og Ingi Þór Einarsson með þetta og svo fór þetta í 50 og síðan hefur þetta bara vaxið og þetta var 300 í fyrra, þetta eru 370 núna og ef þetta heldur svona áfram þá verður þetta bara orðið, ég veit ekki hvar. Það bara gaman að því. Og hvað ætlar að hjóla langt í dag? 33 km. Og ertu búin að vera að æfa þig sérstaklega fyrir mótið? Ég búin að vera að æfa alveg í 2 mánuði, en þetta bara að hafa gaman af. Er þetta fyrsta mótið sem þú tekur þátt í? Já, þetta fyrsta. Og hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel, bara líst vel á þetta. Auðvitað smá spenna, smá kvíði, en þetta ég bara með til að hafa gaman af. Hvað á hjóla langt í dag? 30 km. Hefurðu tekið þátt í þessu móti áður? Já, fyrra. Það var aðeins meiri strekkingur þá, heldur en núna, þetta lítur betur út. Hvernig eru þessar aðstæður í dag? Er gott að hjóla í svona veðri? Já, hressandi. Mótvindur, fyrsta helmingin, svo það betra að hafa það leiðin út heldur þegar maður fer tilbaka. Þá var maður þreyttur, hafa meðvindinn í bakið. Þannig að þetta lítur bara frábærlega út. Góð stemming og góð þáttaka.
ætlaðirðu langt í dag? 32 km. Og ertu búin að vera að æfa mikið fyrir mótið? Já, ég er búin að æfa alveg helling núna síðasta bara svona nokkra mánuði eiginlega. En já, búin að æfa alveg helling. Og hvernig æfir? Ertu að æfa með ykkur félagi eða sjálfur? Ég er að æfa með Tind og Extra Mile sem er svona aðeins út úr sem er hluti af svona Tind og æfingum. Og hvernig gekk þér svo í dag? Bara ágætlega sko, náði 7. sætinu, 1. sæti í mínum aldursflokk. Já, ég hefði samt viljað ná aðeins herra en ég var alveg búin að sprengja með hann í lokin. 7. sæti er allt, það er ekki bara mjög gott? Jú, ég get alveg sett með það. Hvernig gekk að hjóla í dag? Bara mjög vel. Það var svolítið erfitt að hjóla út eftir, það var svolítið vindur, mótvindur. En þetta var bara mjög gaman. Og ertu búin að vera að æfa stíft fyrir mótið? Já, ég er búin að æfa alveg hjólreiðar í nokkur ár. Og tekur oft þátt í svona mótum? Já, ég tek eiginlega oftast þátt í öllum mótum ef ég get. Bæði fjallahjóla og götuhjóla. Og hvernig gekk í dag? Bara mjög vel. Veistu hvað með tímaði? 1:09. Og varstu að stefna á það? Ég ætlaði að vera undir klukkutíma, reyndar. Fyrra var ég svona cirka 10 mínútur yfir, en ég náði 1 mínútu. Smá bæting? Já, pínu. Og kannski mótvindurinn haft eitthvað að segja líka? Kannski smá, það var betra veður í fyrra til dæmis. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem er fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. 30 ára afmæli flugstöðvar Leifs Eiríkssonar var fagnað nýlega en stöðin var opnuð formlega 14. apríl 1987 að viðstöddum 3000 gestum. Það er óhætt að segja að mikið vatn hefur runnið til sjávar á þessum árum en nú er flugstöðin oft nefnd stóriðja Suðurnesjamanna enda langstærsti vinnustaðasvæðisins og eitt sá stærsti á landinu. Í tilefni tímamótana var vígt nýtt listaverk eftir hinn heimskunna Erró. Margrét Guðmundsdóttir varaformaður stjórnar Ísavía afhjúpaði listaverkið. Stór listaverk hafa alla tíð einkennt flugstöðina, bæði verk innandyra sem utan. Nú hefur verk Errós bæst í hópinn í tilefni 30 ára vígsluafmælisins og sagði Margrét það mjög ánægilegt að fá verk eftir þennan ástsæla listamann í stöðina. Ferðamannastraumurinn til landsins hefur aukist með ógnar hraða á síðustu árum og því hefa yfirgripsmikla framkvæmdir verið áberandi á síðustu misserum og verða áfram næstu árin. Það sem jafnt og þétt er unnið að því að gera flugstöðina þannig að hún ráði við alla þann fjölda sem þarf að fara bygginguna. Þannig hefur flugstöðin stækkað 1000 fermetra og flugvélastaðin verið fjölgað, bæði við flugstöðabygginguna sem og svokölluðum fjarstæðum. 2 Suðurnesjamenn sitja nú í stjórn Ísavía. Það eru þau Helga Sigrún Harðardóttir úr Njarðvík og sandgerðingurinn Ólafur Þór Ólafsson. Í samtali við Suðurnesja Magasín sagðist Ólafur vel meðvitaður mikilvægi alþjóðaflugvallarins á Miðnesheiði. Stað okkar Suðurnesjamanna væri allt önnur í dag. Ef að flugstöðvarnar og starfseminnar hér hefði ekki notið við, þá værum við ekki á þeim stað sem við erum að vöxturinn er gífurlegur og verkefni sem sveitarfélögin, ef við tala fyrir hönd sveitarfélagana, er að fást við, eru vaxtarverkefni og svona vaxtarverkir, hversu hröð á uppbyggingin að vera, hversu mikið þurfum við að fjárfesta, hvar er að koma fólkinu fyrir sem þarf að starfa hér og hvar ætlum við að finna fólki sem þarf að starfa hér sko. Þannig að ef að flugstöðurnar og starfseminnar hér hefði ekki notið við, þá værum við allt annars staðar. Við náttúrulega upplifðum hér hrun 2008 eins og aðrir en upplifðum líka hrun 2 árum áður þegar herinn fór og rauninni í dag er staðan svo að við erum búin að vinna okkur út úr því og gott betur sem svæði. En verkefnin eru ótal mörg hver erfið en líka spennandi. Þannig að ég held að við getum þakka flugstöðin og flugstöðarstarfseminni mjög margt. Nú ertu komin í stjórn þessa félags Ísavía. Hvað sérðu fyrir þér í
í framtíðinni með þessa flugstöð, heldur þetta áfram að stækka svona mikið eða hvernig sér flugstöðuna og gríðarlega mikið búið að gera það síðustu árum og 30 árum? Sko, nú ætla ég að tala varlega því að eftir henni sagt sko, ef maður spáir sérstaklega um framtíðina þá hefur maður rangt fyrir sér. En sko, menn voru líka að flytja hérna ræður áðan það bara fyrir sko 5 árum var verið að spá fjölda kannski 4-5 milljónir á þessi tímapunkti sem er núna og við erum bara komið langt fram yfir það. Þannig að, og ég ekki að sjá að þessi vöxtur hér sé að hætta en eflaust mun hægjast á honum. Við verðum ekki alltaf í þessum gífurlega mikla vaxtarhraða sem er núna sem að jafnvel ekkert hollur svona, það ekkert mjög hollt að vera á spretthlaupi mjög lengi. Við náttúrulega höfum brugðist við bara við sem samfélag og við sem Isavia brugðist við þessu vexti sem hefur verið núna en einhvern tíma þurfum við að ná jafnvægi og svona ná eðlilegri uppbyggingu. Hvað mig varðar og inn í stjórninni þá náttúrulega fyrsta lagi mjög spennandi að fá að tákast á þetta verkefni. Ábyrgð mín ég finn fyrir svona tvöfaldri ábyrgð. Annars ábyrgðin að koma hér og setjast inn í stjórn félagsins og bera það ábyrgð sem að rauninni stjórnarmaður félags ber. En ég finn líka og ég hef alveg fundið fyrir því þegar það er klappað á öxlina á mér svona hér og þar sem ég fer Suðurnesin ábyrgðin á því að hafa Suðurnesjamenn í stjórn og það að hafa Suðurnesjamenn í stjórn og við erum 2 núna mjög mikilvægt af því að það skiptir máli í þessari starfsemi sem er hér að Suðurnesjamenn eigi rödd. En þið sandgerðingar, þið hefði notið líka góðs ef við tökum sandgerðinga út úr Suðurnesjahópnum, þá hafið þið tengst flugstöðinni á mjög sérstakann hátt, getum við sagt? Já, við náttúrulega höfum, sko flugstöðin náttúrulega í landi Sandgerðis. Flugstöð Leifs Eiríkssonar og stór hluta flugvallarmannvirkjunum í landi Sandgerðisbæjar. Og þess vegna kannski okkar tengsl við flugstöðina mjög mikil og við að vera mjög mikil og góð samskipti við flugvallar yfirvöld, milli Sandgerðisbæjar og flugvallar yfirvalda og kannski það ástæðan fyrir að ég velst í þessa stjórn af því að við erum búin að vera í þessum góðu og miklum samskiptum þannig að það hefur myndast þekking á þeirri starfsemi sem að hér fyrir fram á flugvallinum. Við sjálfsögðu höfum töluverða tekjur líka af flugstöðinni og það hefur hjálpað Sandgerðisbæjarnum að takast á við erfiða skulda- og rekstrarstöðu sem allir vita við höfum verið í en þar að auki Sandgerði eins og alls staðar annars staðar hér á Suðurnesjum flugstöðin verið mikilvægasti vinnustaður og bara lífsviðurværi samfélagsins að stórum hluta komið hérðan af flugvöllunum. Kannski eigum 2 stóðir í dag, annars vegar hafið og hins vegar, annars vegar fiskihöfnin og hins vegar flughöfnin. Þannig að tengsl okkar mjög sérstök. Getum við svona horta á þennan stað sem nokkuð öruggan vinnustað á næstu, inn í framtíðina, þú veist, þó svo að hægist eitthvað á ferðaþjónustunni, þá þetta mjög mikið komið til með að vera það sem að komið. Já, ég ætla bara að lýsa þeirri skoðun minni og það enginn náð að samfæra mig annað til þessa allavega að það ekkert vitið til dæmis að annar alþjóðlegur flugvöllur byggjast upp á Íslandi einhvers staðar annars staðar heldur en hér. Og Ísland verður að vera með góðan alþjóðlegan flugvöll, það vitum við. Og sú starfsemi, ef það er rétt hjá mér, hann byggist ekki annars staðar, þá verður hún hér. Og þess vegna erum við hér komið í fjöregg okkar Suðurnesja og alls suðvestur hossins þess vegna hér á þennan stað. Og ég held að við getum verið nokkuð, ég ætla ekki að segja róleg, en nokkuð viss það að þannig verður það ég ætla ekki að segja alla framtíð, en töluvert langa framtíð. En við þurfum að halda vök okkar við Suðurnesjamenn að bæði að umhverfi flugvallarins og flugstöðurinnar og starfseminnar hér sé þannig að hér vilji flugstöð, flugvallaryfirvöld, flugfélög og allir þeir sem vilja sækja þessa starfsemi vera. Af því að ef við stöndum okkur ekki, þá fara menn að leita annað. Farið ekki langt, við komum aftur eftir örfá skilaboð. Það að setja saman hluti og sjá það smella saman finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég sé farangurskerfið upp á Keflavíkurflugvelli. Það er alltaf mikið að gera. Það er ótrúlega fjölbreytt verkefni. Það er alltaf aksjón á flugvellinum. Þetta er svolítið kalllægt umhverfi og það er rosa gaman að vera kona. Svo er líka mjög fínt að vera svolítið frekur og ákveðin og geta þá leitað einhverjum breytingum og stöðum umbótum. Það eru allir rosa jákvæðir og tóku rosa vel í það þegar ég sagði að ég væri ólétt og með tvíbura og mikið hlegið og mikið brosað og í rauninni bara strax setti eitthvað svona plan í gang. Það er mjög þægilegt að vita, það er ekkert stress. Nú stend ég í framkvæmdum heima og það er ótrúlega þægilegt að taka ýmsa hluti sem maður hefur lært í vinnunni með heim.
Ég bý í Reykjavík og keyri á hverjum degi til Keflavíkur í vinnuna og mér finnst það í raun og veru ótrúlega þægilegt og það er svona tími sem ég hef bara út af fyrir mig, ég keyri bara ein. Þetta er eiginlega eini tíminn sem ég hef, þar sem ég get bara stillt tónlistina svolítið hátt og sungið með og haft ótrúlega gaman. Hvernig kveiknaði hugmyndin að þessu verkefni? Þetta eru kórfélagar Keflavíkurkirkju sem eiga hugmyndina. Hún kviknaði fyrir kannski það bil 3 árum. Þeir vildu gera trúarlega texta við tónlist hljómsveitarnar Queen sem þessi gamla þekkta tónlist. Og þetta er búið að vera í gerjun. Þannig að þessir félagar okkar á kórloftinu eiga þetta. Á poppið heima í kirkjunni? Já, poppið heima í kirkjunni. Og Martin Luther var merkur maður og við kennum kirkjunni okkar við hann. Hann var munkur sem mótmælti aflátsbréfum kaþólsku kirkjunnar og þar með hófst ákveðin siðbót. Við byggjum okkar velferðarsamfélag á þessum kalli. Heilbrigðisþjónustuna okkar, sálgjörsluna og svo margt fleira. Menntunina. Hann sagði að þegar þunglindið að steðjar, þegar dimmir dagar koma, að þá eru það lífsgleðin sem maðurinn á að beita. Hann á að borða, hann á að drekka, af því að djöfullinn, hann á svo miklu erfiðara með því að nálgast fólk þegar maginn er fullur og hugurinn fullur af sögum. Og Lúther sagði líka að þú ert að syngja. Söngurinn er svo mikilvægur í lífsgleðinni og því er það þessi söngur, þessi gleði sem fylgir því að láta frá sér tóna á vel við þótt hún sé í poppi. Djöfullinn er nú ekki mikið í umræðinu, hvorki nútíma samfélagi hjá okkur. Það er svona gaman að rifja upp þessi 500 ára gömul orðans. Svo kemur fjallræðan eitthvað inn í þetta allt saman. Já, dásamlega ræða Jesú. Frægasta ræða allra tíma, myndi ég segja. Og það er myndefnið hér í kirkjunni okkar, altaristaflun okkar. Þegar Jesús steig upp á fjallið, fór að kenna, fór að miðla. Og í þessari ræðu sem er í 5., 7. og 7. kafla Mattheusar Guðspjalls, þá er svo mörg stef, það eru svo margar sögur, margar perlur sem fólk þekkir. Gullna reglan, tvöfalda kærleiksboðari. Jesús fer og kennir lærisveinum að biðja og það er faðirvorið. Það er sagan hvernig við eigum að vanda okkar líf, hvernig við eigum að byggja á sandi eða bjargi. Þannig að það eru dýrmætar perlur og ég segi fólk, ef þér líður illa, lestu fjallræðina og lestu hann aftur og lestu hann aftur. Ertu orðin spennt að sjá hvernig þetta kemur til með að líta út í kirkjunni? Ég er rosalega spennt. Ég er búin að vera að hlusta á kórum minn hérna vikulega og eiginlega sjá þolinmæðina þeirra þegar ég horfa á stjórnanda sinn þegar það er aftur og aftur, nei, ekki svona, hildu hinsvegin. Þannig að þau eru búin að vinna ótrúlega mikið og vel að þessu og ætla að skila þetta til þeirra sem vilja koma og njóta. Hvenær verður þetta? Við verðum með 2 messur, 14. maí, svo fyrir klukkan 5 og svo síðar klukkan 8. Og mikið fjör? Það verður mikið fjör.
Kominn tími á tiltekt. Frábæru Systema geymsluboksin eru nú fáanleg í Netto. Skemmtilegt skipulag með snjöllum lausnum frá Systema. Netto. Kræsingar og kostakjör. 1, 2 og listahátíð barna í Reykjanesbæ sett. Flott. Listahátíð barna í Reykjanesbæ var sett með pompu og prakt í 12. sinn í síðustu viku. Hátíðin er samvinnuverkefni Listasafns Reykjanesbæjar, allra 10 leikskóla bæjarins, allra 6 grunnskólana, tónlistarskólans, dansskólana Bryn Ballettakademíunar og Danskompannís og listnámsbrautar Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Dús safnahús eru undirlögð undir myndlistasýningar leik-, grunn- og framhaldsskólans, auk þess sem þar er sýning á verkum eftir tónskáldið og myndlistamanninn Hafliða Hallgrímsson. Nemendur hafa unnið hörðum höndum stóran part úr vetri að verkefnum sínum sem svo litu dagsins ljós á hátíðinni en yfirskrift sýningana er Dýrin mín stór og smá. Hægt er að fullyrða að þótt einstaka furðufugl hafi stundum ratað inn í Dús safnahús, hefur dýralífið þar aldrei verið jafn fjölbreytt og nú og þó víða væri leitað. Þar getur að líta allt frá músum upp í gíraffa og krókódíl og ýmiss konar furðuskepnur og má enginn láta þessa skemmtilegu sýningar framhjá sér fara. Myndatökumaður Suðurnesja Magasíns kíkti við á opnun listahátíðar barna í Reykjanesbæ þar sem þessa myndir voru teknar. Því var fagnað síðastliðinn fimmtudag að 10 ár eru frá því Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs, var stofnaðar á Ásbrú í Reykjanesbæ. Tímamótana var minnst í Andríusleikhúsinu á Ásbrú og svo var gestum boðið að skoða skólan og njóta veitinga. Afmælishátíðin hófst með því að börn af leikskólanum Velli komu gangandi í salinn og sungu afmælissöng fyrir Keili, auk þess sem þau sungu ferðalok við góðar undirtektir. Þá voru flutt ávörp og sungið. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands, ávarpaði samkomuna og það gerði einnig Margrét Kristín Pálsdóttir, fyrrverandi nemandi við Keili. Jónína Aradóttir, sem einnig var nemandi við Keili, kom og söng frumsamið lag og þá ávarpaði Jón Atli Benediktsson, rektor Háskóla Íslands, samkomuna. Hann ræddi þá staðreynd að brýnt væri að fjölga nemendum í tæknigreinum á háskólastigi. Á Ásbrú er afar góð aðstaða til kennslu og rannsókna. Þessi aðstaða ásamt ríkri áherslu á nútímalega kennsluhætti hefur laðað nemendur og mikilvæga samstarfsaðila úr atvinnulífi. Þannig hefur Keilir stuðlað að þróttmiklu og fjölbreyttu samfélagi fyrir ungt fólk sem leitar sér menntunar og tækifæra til framtíðar. Háskólabrú Keilis, sem rekin er á ábyrgð Háskóla Íslands og áður sagði, býður upp á nám á framhaldsskólastigi sem sniðið er að þörfum fólks sem ekki hefur haft tækifæri til að ljúka framhaldsskólanámi. Nemendur Háskólabrúar Keilis eiga þess kost að ljúka aðfaranámi sem allar deildir Háskóla Íslands viðurkenna. Eins og hér kom fram í vídeóinu, það var frá 2007, 1500 manns lokið slíku námi og hafa margir þeirra reynt fyrir sig í Háskóla Íslands með góðum árangri eins og gögnum námsgengi við Háskóla Íslands sína. Það hefur verið Háskóla Íslands kappsmál að bjóða upp á tæknifræðinám til BS-prófs á vettvangi Keilis. Enda eru hér afbragðs aðstæður fyrir slíkt nám og mikil þörf á að efla tæknifræðimenntun í landinu og er tæknifræðinám Keilis viðbót við verkfræðinámið sem HÍ býður upp á. Þótt þessar tæknigreinar séu á sama meiði þá eru þær ólíkar og hafa sérstöðu. Báðar greinarnar eru mikilvægar fyrir íslenskt samfélag og atvinnulíf. Það er afar brýnt að fjölga nemendum í tæknigreinum á háskólastigi, atvinnulífið kallar eftir tæknimenntuðu vinnuafli og alþjóðleg þróun staðfestir að þörfin fyrir tæknimenntað fólk vex hratt og raunar hraðar en við höldum. Á 10 ára afmæli Keilis veitti skólinn viðurkenningu fyrir þann kennara sem hefur skarað fram úr í innleiðingu vendináms og nýrra kennsluhátta. Viðurkenningin sem flippari ársins féll í skaut Ívars Valbergssonar, kennara í vélstjórn í Fjölbrautaskóla Suðurnesja.
Afmælisháttíðinni lauk svo með stuttu málþingi þar sem breiður hópur fólks rýndi í framtíðina og hvar það myndi sjá Keili eftir 10 ár. Leiðu við þökkum ykkur fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikuleg fréttablað okkar sem kemur út á Suðurnesjum alla 50 daga. Víkurfréttavefurinn vaff.is sem flytur daglega fréttir frá Suðurnesjum og fyrir kylfingana þá það golfvefurinn kylfingur.is. Þennan þátt og eldri þætti okkar má sjá á hringbraut.is og á vaff.is. Við endum þáttina á tónbroti frá tónleikum Karlakórs Keflavíkur. Við sjáumst svo aftur að vikuleiðinni. Verið sæl. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér.